Komið sælir áhorfendur góðir og velkomin með okkur í sjónvarpinu á lokaumferð Íslandsmóts karla í handbolta. Hér á Ásvöllum mætast Haukar og Valur og Valsmenn, þeir ætla sér titilinn í dag. Þeir eru að keppa við HK sem að leikur á Akureyri gegn heimamönnum og við munum beina sjónum okkar að þessum tveimur leikjum og skipta svona á milli eftir því sem eftir standa til. En með mér er Ragnar Hermannsson. Ragnar, Valsmenn hér á Ásvöllum, það er mikil pressa á þeim, ekki satt? Jú, en það er þessi ánægilega pressa. Þeir klára hana leik, þá fara þeir heim með dolluna í nýja húsið fyrir að liða þetta. Þannig að þeir eru mjög vel stemdir fyrir hennar leik og þeir eru að spila á hættulegt lið. Haukarnir auðvitað björguðu sér síðustu helgi og komið hennar leik svona í þessari þægilegu stöðu að geta bara skemmt sér og spila góðan handbolta. Já, þannig að það getur vel verið að við fáum hörkuspennandi leika eins og oft er á milli þessara tveggja liða. En það er spurning hvort að við sendum bolta norður á Akureyri og heyrum aðeins í Adolf Inga Ellingsinni sem er þar og ætlar að segja frá því helsta sem gerist þar. Adolf Ingi. Ég heyr ekki neitt. Það er eiginlega nauðsynlegt fyrir hann að heyra í útsendingu. Strax yfir liðin, en ef að Vili geti bjargað að við fáum útsendingunni eða Solla í eira og eftir, þá er það alveg nauðsynlegt. Já, og við skulum byrja á því að renna yfir liðin hér á Ásvöllum þar sem að hér eru heimamenn Magnús Sigmundsson, Björn Leðar Björnsson og Björn Ingi Friðjónsson eru markverðir, aðri leikmenn Ólafur Björnsson, Kári Kristján Kristjánsson, Freyr Brynjarsson, Andri Stefán, Samúel Ívar Árnason, Jón Karl Björnsson, Sigurbergur Sveinsson, Gísli Jón Þórisson, Guðmundur Pedersen, Árni Þór Sigtryggsson og Þröstur Þráinsson og þjálfari Páll Ólafsson sem að lætur nú af störfum. Þá er það lið Vals og þar eru markverðir Ólafur Haukur Gíslason og Pálmar Pétursson. Og aðri leikmenn Davíð Höskuldsson, Baldur Þorsteinsson, Markus Máni Mikaelsson, Gunnar Harðarsson, Ingvar Árnason, Ægir Hrafn Jónsson, Sigurður Eggertsson, Elvar Friðriksson, Arnór Gunnarsson, Ernir Hrafn Arnarsson, Fannar Friðgeirsson, Atli Rúnar Steinþórsson og þjálfari Óskar Bjarni Óskarsson. Nú dómarar í þessum leik Anton Gylfi Pálsson og Hlynur Leifsson. Það er eftir að standa í ströngu spá ég í þessum leik. En það vantar leikmenn í bæði lið í dag því að Arnar Pétursson er í leikbanni í liði Hauka og það er skarð skildi hjá Páli Ólafsinni, hans mönnum. En þá er Valsmenn einnig án Hjalta Pálmasonar sem er handarbrotinn og situr hér fyrir utan og svolítið súr á svip því að auðvitað vilja allir taka þátt í svona leik, Ragnar, eða ekki? Jú, þetta er nú auðvitað það sem að gerir þetta skemmtilegt fyrir leikmenn. Það er að eiga möguleika á að vinna titla og taka þátt í stórum leikjum og fyrir Valsmenn er þetta stærsti leikurinn þeirra í mörg ár en það eru hér samankomnir á heimavelli Hauka Ásvöllum gamli liðsmenn mulningsfélarinnar og allra hinna hakkavélarna sem hafa spilað að líðarandi undanfarin ár og mörg gömul og góð andlit sem hafa gengið hérna í salin og Valsmenn eru hérna allsráðandi sýnist mér. Hvað var það áhorfendur? Já, ætli sé ekki svona 4-1 cirka bara. En það kemur nú í ljós eftir Valsmenn með mjög framliggjandi vörn á móti Haukunum þar sem Guðmundur Pedersen er í vinstra horninu. Hér er Árni með sendingu á Guðmund og þetta er vítakast.
Já, skemmtilegt leikkerfi þarna. Já, þetta var vel spilað hjá þeim og þarna náðu þeir að að hreyfa, ná yfirtalningu, gera hotnamanninn í Haukum verkefnalausan og Guðmundur Pettersen kom bara einn inn á miðja vörnina og fekk auðvelt færi. Já, og Gísli Jón Þórisson skorar fyrsta markið í leiknum og Haukar eru komnir í 1-0. Sjáum að Haukarnir taka Markus Mána úr umferð. Sigurður Eggertsson á miðjunni og hér er dæmt vítakast. Þetta byrjar bara með látum. Það var þetta einfaldasta tegunda markið, þarna spilaði bara saman tveir og hann nær innri stöðu á varnarmanninn og fær boltann í gólfið fyrir framan sig og skorar auðvelt mark. Já, og þá er það Markus Máni. Nei, Magnús ver! Magnús markvörður Sigmundsson varði fyrsta skot sitt og það ekki af Laggaratæginu, vítakast. Þannig að staðan er enn 1-0 fyrir Hauka. Valsmenn, Erdir Hrafn með skot og hann skorar, staðan 1-1. Erdir Hrafn Arnarsson með fyrsta marki, skot á gólfinu sem Magnús réði ekki við. Haukar fljóti tilbaka í sóknina og stilla hér upp. Þröstur Þráinsson sýnir sig vera þarna í hægra horninu og fyrir utan Árni Þór Sigtryggsson hægra megin, Guðmundur Pettersen í vinstra horninu, Gísli Jón Þórisson hér vinstra megin og hann fer í gegn. En Pálmar ver, sent aukakast. Það er nú ekki kotvísa hvaða markverði áhrærir hjá Valsmönnum og nú er það Pálmar sem fær að byrja. Já, Valsmenn hafa spilað mjög svona að mörgur leyti klókindilega séð úr sínu markmannsmálu. Þeir eru með 2 frábæra markmenn og hafa eiginlega bara deilt ábyrgðin á það og þeir hafa þá haft tíma til að undirbúa sig vel fyrir leiki og báðir gætu verið að standa sem fyrstu markmaður þessu liði og öllum öðrum liðum, þannig að þetta er skemmtilegt vandamál sem að Óskar Bjarni er að glíma við hana. Já, Árni Sigtryggsson með fyrsta marki sitt í leiknum. Valsmenn fá aukakast. Já, þetta fer heldur betur fjörlega af stað og Haukarnir koma bara virkilega ákveðnir og ætla sér bara að vinna sigur. Já, Haukarnir þetta ætla ekkert að mér finnst það ekki líkt Haukunum eins og ég þekki þá og ætla að láta krýna hérna Íslandsmeistara á sínum heimavelli og Haukar liður þetta gríðarlega vel mannað og undarlegt hvað þeir hafa átt í miklum erfiðleikum í vetur. Þeir eru búin að bjargast í núna og geta einbeist þér á því sem þeir gera vel að spila handbolta undir engu álagi. Já, og kannski vilja kveðja Pál með sigri Guðmundur Pettersen og glæsileg sending hjá honum og frábært mark. Andri Stefán með fyrsta marki sitt og staðan orðið 3-1. Það er mjög vel gert hjá þeim, fallegt hraðafli, frábær sending hjá Guðmundur Pettersen og Andri klárar þetta á listrænan hátt. Já, og á meðan að við erum að fylgjast með endurtekninguna þá er dæmt vítakast á Hauka. Það er Baldur Þorsteinsson sem ætlar að taka þetta víti. Baldur búinn að skora 63 mörk í 18 leikjum og hér kemur 68 markið og það er Baldur Þorsteinsson líkamuninn í 3-2. Valsmenn keyrðu þarna hraða miðju og tóku Haukarn í bólunni og þetta væri gerðir og Erdir Hrafn er að byrja mjög vel hérna að skora mark og fiska vítakast. Já. Það er ekki að sjá á honum að hann sé að spila hérna jafn ungur og hann er svona þýðingarmikið leik, hann er bara að byrja leikinn mjög sterk. Já. 4:20 liðar af síðari hálfleik, fyrri hálfleik segi ég og dæmt aukakast. 3-2 staðan, Haukar byrja þennan leik vel og þeir ætla að halda þess áfram. Það er spurning hvort að Valsmenn ætli að spila þessa vörn áfram ef að Haukunum gengur vel að skora frábær markvarsla hjá Pálmari en þeir hirða framkastið Haukar og Þröstur Þráinsson með fyrsta mark sitt. 4-2 staðan, Valsmenn koma í hraðasókn. Valsvörnin er ekki að byrja þennan leik vel og kemur þar tvennt til, bæði vel útfærður sóknarleikur Hauka og vafalaust er ennþá svolítið skjálfti og magaverkir í Valsliðinu, það er bara eðlilegt en það ætti nú að fara að líða úr því núna eftir 10 mínútur. Já, þetta er spennan Sigurður Eggertsson á miðjunni, Erdir Hrafn Arnarsson hægra megin, Markus Máni vinstra megin, Baldur Þorsteinsson í vinstra horninu og Arnór Gunnarsson í hægra, hann var eitthvað meiddur á ökkla áðan, óvíst hvort hann yrði með en hann er með og Markus Máni tekur mjög erfitt skot, Magnús Sigmundsson ver, annað skoti sem Magnús ver en í kjölfarið er dæmt aukakast. Þetta
Það reyndi Markus Máni að setja boltann til hliðar við varnarmannin en Magnús sá við honum. Tveggja marka munur. Nei, eins markmunur. Sigurður Eggertsson, það 4-3. Sigurður Eggertsson með fyrsta markið sitt. Þetta er mjög gott mark hjá Sigurði og þetta er svona skot sem er mjög sterkt á móti afturliggjandi vörn. Notaði raunverulega varnarmanni sem battaði að, þú veist, markmaðurinn sér aldrei skotið. Já, hindrun. Þá koma Haukar, Andri Stefán, Árni með skot að gólfinu, Pálmar ver og þeir ná frákastinu að skora. Guðmundur Pedersen með fyrsta markið sitt, staðan 5-3, Valsmenn keyra hratt tilbaka og búið að flauta. Þetta er annað frákasti sem að Haukarnir hirða eftir markvörslu og þetta verða Valsmenn að laga. Þetta eru svo dýr mörk, það er búið að verja skotið, Pálmar er búinn að verja og þetta er annað skipti sem Haukarnir taka frákastið og skora. Já. Þá geta Valsmenn upp, missa boltan, misjafnleg línusending og Haukar í hraðahlaupi og Andri Stefán, nei, hann leggur boltan þarna í lúkundar af Pálmari Pétursinni sem er fljótur að koma nú á Markus Máni upp og Sigurður Eggertsson, vörnin komin tilbaka hjá Haukunum og skot í stöngina og það eru Valsmenn sem að fá aukakast. Sjáum Markus Mána settur upp og hér er væntanlega að dæma á brot á Arnór. Brotið á honum er galopið inn á línunni og það er dæmt aukakast. Brotið á Ingvari. Sigurður kemur á vörnina, Ernir út í hornið, Arnóru og víti, víti, já. 2 mínútur heimta einhverju Valsmenn en það er dæmt vítakast. Valsmenn eru að spila þetta mjög vel og hérna ná að stimpla sig inn í gegnum vörnhaukana. En þessi vörnhaukana kemur Valsmennum örugglega dálítið á óvart. Þeir hafa ekki lent oft í þessu vetur að Markus Máni sé tekið svo út. Nei, og Arnór, segi Baldvin Þorsteinsson skorar annað mark sitt úr víti og breytir stöðunni í 5-4. 8 mínútur liðnar og Haukarnir einu marki yfir. Þá koma Haukarnir og það er dæmt aukakast. Staðan 5-4 hér á Ásvöllum, en hvernig skyldi standa norðan heiða Adolf-Ingi? Númer 4, Kári Kristján. Það heldur sem síðustu helgi, hann er unglegur.
verið sæl og velkomin aftur ásvöldi staðan ennþá 5-4. Valsmenn voru að brenna víti hér rétt áðan. Valdur Þorsteinsson skaut yfir, en Haukarnir eru í sókn. Og Árni með skota, það er rétt framhjá. Pálmar fljótur að koma boltanum á Erni Hrafn og þá Sigurður Eggertsson. Markus Máni, hann er upp með þrumu skot og skorar. 5-5, jafna metin í fyrsta skipti, í annað skipti. Það var 1-1 áðan. Þetta gera Valsmenn mjög vel, þeir taka þarna hraðablaup og þeir eru einum fleiri. Þannig að Haukarnir geta ekki tekið Markus Mána út og hann nýtir sér það vel og kemur hérna upp á vörðuna þegar hann er að bakka í stöður og skora mjög gott mark. Já, en Valsmenn hafa breytt núna svolítið vörðinni. Dalton er þarna einn fyrir framan. Guðmundur Pedersen sækir aukakast, það styttist í að Kári Kristján var rekinn út af áðan. Og Haukarnir koma sig á vörðina. Óskar vill fá hendurnar hjá dómarunum upp. En Valsmenn ná frákastinu, Baldur Þorsteinsson í gegn og hann skorar. Baldur Þorsteinsson kemur Valsmennum í 6-5. Já, vel gert hjá Baldvin. Já, Valsvörnir er að standa sig mjög vel núna, 6-5. Haukarnir er ekkert að komast í námynda við markið og það er komið 2 hraðablaup í röð í kjölfari hjá Val. Já, og Valsmenn heldur betur lifna við á pöllunum og áhyggjum aflétt í bíli að minnsta kosti. Þessum Valsmenn eru komið yfir 6-5 og 11,5 mínútur liðin af leiknum. Haukarnir í sókn og nummer 14 er Gísli Jón Þórisson sem að stjórna leiknum, en hér er það Guðmundur Pedersen sem að fer inn á línuna og fær vítakast. Ingvar Árnason brotlegur. Þannig er Markus Máni ekki að klára brotið sitt nógu vel, þannig að leikmaðurinn er að losa boltan og það er alltaf mjög vont í svona framlengjandi vörn, boltinn fær að fljóta og lengi. Já, og Gísli skorar jafna metin 6-6. Gísli Jón Þórisson með annan mark sitt í leiknum. Við kom líka úr víti. Staðan því jöfn 6-6. Ástilla. Valsmenn upp í sókn, sendinginn á Ingvar en hann fær boltan aftur af Erni Hrafn. Sigurður Eggertsson misefna línusending, fær boltan aftur og það er aukakast. Þeir verða að hafa smá þolinmæði Valsmenn og láta boltan fljóta svolítið. Sigurður, Ernir og Kári Kristján. En vel gert hjá Valsmennum, koma boltanum út í hornið og þeir skora gott mark hjá Valsmennum. Baldur Þorsteinsson, 7-6 fyrir Val. Kári Kristjáns að fá sína aðra brottvísun. Ekki búinn að nema 12 mínútur í leiknum, þannig að... Já, það er mjög slæmt ef að Kári er... Já, það eru bara tæpar 13 mínútur liðnar á leiknum og hann er fyrirspunum og það er reikin út af. Já, hann má ekki vera jafn harður af sér eins og hann er búinn að vera. Kannski ættum við bara að setja hann í að taka úr umferð. Já. En hann er feikilega öflugur og það verður erfitt fyrir hann að standa varnarleikinn að fullri hörku eftir þetta. En 13 mínútur liðnar Haukar í smá vandræðum í sókninni. Andri Stefán og Pálmar ver en flautaði í kjálfarið. Pálmar sem kom með 4 skot varinn. Valsmennir eru að spila vörðuna mjög vel einum fleiri og halda Haukarnir langt frá markinu og... Já. Þá er 2 mínútna brottvísun á Val á Erni Hrafn. Og þá er jafnt í liðunum. Og Haukarnir stilla upp. Og 5 er Freyr Brynjarsson sem er komin í hægra hornið fyrir leikmaður Vals og þá reisir hann inn á línuna en Gísli Jón missir boltann. Valsmenn í hraðablaup, Sigurður Eggertsson leitar nú að samherja. Og finnur Markus Mána, hann stekkur upp og þrumar knettinum í netið. Markus Máni Mikaelsson breytir stöðunni í 8-6. 4-1 núna hjá Val. Ragnar, góð rispa hjá Valsmönnum núna síðustu mínútuna. Já, og stór hluti þessara mark er að koma úr hraðahlaupum og Valsmenn eru þar að spila á sínu sterkasta vopni. Aukakast. Markus Máni er að sína okkur ekkur Haukarnir taka nú umferð, hann er búinn að skora núna 2 glæsileg mörk með þrumuskotum þegar hann kemur á vörðina. Já. Þá
Kristján Þór Sigtryggsson með þetta skot en aukakast. Þá Guðmundur Pedersen og Andri Stefán með gott skot og mark. Annað markið hans og staðan 7-8. Og þá spurning hvort við ættum ekki að breiða okkur norður og athuga hvernig staðan þar. Adolf Ingi. Já, það var ágætt. 11. Já, komið sæl, 17 mínútur liðnar af síðara hálfleikstaðan, 8-10 Valsmönnum í vil, Haukar í sókn. Sigurður Eggertsson bætti við 10. markinu fyrir Val áðan og fyrir Hauka skoraði Kári Kristjánsson. Og Pálmar Pétursson Já, vörnin hjá Valsmönnum feikilega öflug og Haukarnir finna lítil svör. Já, það var eins og ég sagði að þetta fyrstu 5-6 mínúturnar það væri svona einhver taugaspenna í Valsmönnunum. Þeir voru svolítið seinir á fótum og voru ekki að leysa stöðurnar rétt en núna þeir komnir í gírinn og búin að spila mjög góða vörn síðustu mínútur og það fljótt að skila sér þannig að þeir eru á góðum kafla núna. 4 mörkum yfir, þeir voru þarna 2 mörkum undir í upphafi, þeir eru búin að skora núna 4 mörkum meir en Haukar á síðustu svona 8-9 mínútum. Já, þá koma Haukarnir í hraðaflöp, Andri Stefán. En sjáu þið baráttunni í Valsmönnum, hún feikilega mikil. Þeir gefa sig alla í þetta og eru mjög einbeittir. Það er mjög góður svona fókus. Við notum vélega íslensku, það er mjög góð einbeiting á verkefni hjá Val, alltaf eins og stendur. Já, þá er það Andri Stefán. Andri, Kristján inn á línu og Kári Kristján og hann í gegn og skora. Hann feikilega sterkur á línunni. 10-9 Valsmönnum í vil. 2 mörk hjá Kára. Það er vel klárað hjá Kára. Þetta mikill lurkur þessi fyrstu. Það erfitt að halda honum enda held ég að þeir láta hann bara fara þegar hann fær boltan. Já, ef að hafsendin á Val lendir í þeirri stöðu að vera með Kára í fanginu og hann fær boltan þá best að vonast bara til að Pálmar verji. Já. Annars það bara víti og hugsanlega 2 mínútur. Já, Fannar Friðgeirsson kominn inn á í liði Vals og þetta Markús Máni Mikaelsson. Hann skorar 11. mark Vals og Markús Máni Mikaelsson kominn með einn 4 mörk.
vel gert hjá Markusi Mána. Valsmenn tveimur yfir, 11-9. Haukarnir skipta réttulega markmann, Magnús hefur ekki fundið taktinn og Nei, þannig að Haukarnir skiptu markmann núna og það er eðlilegt hjá þeim. Já, Björn Ingi Friðjónsson er kominn inn á. Og þetta er ótrúlegt mark hjá Frey Brynjarsinni. 10-11 Valsmenn í hraðasókn, það gengur ekki. Og Haukarnir missa boltann. Þetta vildi Freyr meina að það verið brotið á honum. Já, þarna ætlaði Freysi bara aðeins svo mikið, það getur vel verið að hafa verið brotið á honum, en hann auðvitað fór svolítið inn í þessa stöðu sjálfur og Pál Ólafsson þarna fá sér að drekka, hann er að stjórna Haukaliðinu í síðasta skipti í bíli að minnstakosti. Viggo Sigurðsson sem hefur verið aðstofamaður hans er í Þýskalandi að horfa á úrslitaleikinn í meistaradeildinni milli Flensborg. Og hér kemur mark, Fannar Friðgeirsson skorar fyrsta marki hans í leiknum. Staðan 12-10. Þetta er fjórða skoti svona hjá Valsmönnum þar sem þeir eru að skjóta á gólfinu og þetta eru gríðarlega góð skot og blind fyrir markmanninn og vörnin er ekki fljót að bregðast við þessu. Þetta er miklu betri skot á 16 vörnina heldur en að vera alltaf í loftinu. Já. Eða eins og Valur er að spila hálfgerða 5-1, Haukarnir er að spila hálfgerða 5-1 vörn. Sigurbergur Sveinsson kom hann inn á nummer 11 en Valsmenn vinna knöttinn, viðsefnarskot hjá Haukamönnum og Valsmenn missa boltann í kjölfarið. Þetta var klaufalegt hjá þeim og Kári Kristján Freyr en hann róar þetta niður því að Valsmenn eru komnir tilbaka og þá stilla Haukar upp í sókn og fara sér einn góðslega. Valur vann fyrir leik þessara liða 30-29 sem framfór hér á Ásvöllum og þeir gerðu jafntefli í Laugardalshöll 27-27 en Haukar hafa unnið langflesta leiki þessara liða hér á Ásvöllum ef farið er nokkur ár aftur í tíman en ég held að leikmenn sé ekkert að hugsa um það núna. Nei, það kom nú einhver úttekt á þessu í blöðunum að Valur er ekki nema með 20% vinnistutta hérna á Ásvöllum síðan að þetta hús var tekið í notkun. Já. En þeir eru satt búnir að vinna 2 leiki hérna og það báða frekar nýlega þannig að þeir eru búnir að snúa þessu svolítið við. Þeir eru ekki lengur jafn hræddir við að koma hingað og þeir eru tvímælalaust með betra lið í dag og það er öll að keppa fyrir þá og það væri gaman fyrir þá að kveðja þessa Ásvallagríli skiti fyrir öll með því að vinna titilin hérna. Já, heldur betur. Valsmenn í sókn, 10-12 er staðan eða 12-10 Valsmönnum í vil 8 mínútur eftir og þeir geta aukið muninn í 3 mörk. Arnór og Fannar. Hendurnar Fannar upp á dómar og Markus Máni Mikaelsson með svívirðilega fastskot í bláhornið. Enn eitt skotið að gólfi. Og Markus Máni með 5 mörk. Og þetta er þarna allt af miðjunni. Allt af miðjunni, já. Þetta er auðvitað, getur sagt að þetta sé Valsskólinn svolítið, þessi skot að gólfinu. Já, staðan 13-10 hér, Valsmönnum í vil og við ætlum að skella okkur norður í smástund allavega.
staðan 10 fyrir HK. Staðan hér á Ásvöllum Haukar 12, Valur 14. Andri Stefán var að minnka muninn fyrir Valsmenn, fyrir Hauka segi ég, en Valsmenn komust í 3 marka forskot 14-11 með marki frá Markúsi Mána. 7. markinu hans í þessum leik, hér hann með boltan. Kári Kristján kemur vel út af mótunum og stoppar hann, en Markús Máni feikilega öflugur í þessum leik og hann má ekki fá neitt pláss. Nei, Markús Máni bara fyrir utan þetta víti sem hann klikkaði úr að upphæði leiks. Það hefur hann bara verið með öll sín skot inni og verið gríðarlega sterkur í öllu sínum aðgerðum. Og hér kemur Sigur Eggertsson, stekkur upp og skorar 3. markið hans. Munurinn á liðunum kannski fyrst og fremst sá að það ekki búin að vera nein markvarsla í Haukunum sem það hægt að tala en Pálmar þó búin að taka einhverja bolta hinum með. Það átti 10 skot held ég, 10 skot. En 3 marka munur þegar Haukar koma í sókn og rétt 4 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Dæmt aukakast. Jón Karl Björnsson kominn í hornið, búinn að leika þar síðustu mínúturnar, leysir nú inn á línuna reyndar. Andri Stefán tekinn úr umferð hér fyrir utan og Árni Sigtryggsson í gegn, en það dæmt aukakast. Markús Máni feikilega ákveðinn í öllu sínum aðgerðum og að spila vel í vörninni líka og það má segja alla félaga sem Haukarnir að leysa þennan varnarleik ágætlega, en Pálmar hefur verið svolítið erfiður. Já, eins og hann gerir hér, við frábærlega á boltinn og þakka. Já, 10 skot að í hygg hjá Pálmari. 11 skot varinn væntanlega. En það nú alltaf spurning hvort að ég telja hvort kemur undan flautan eða markvarslan þegar það er þetta aukakost. En Pálmar búinn að verja mörgum dauðafærum líka. Já, hann búinn að vera geysilega drjúgur. Á Ernir, Markús Máni inn á línuna, laglegt spil hjá Valsmönnum og þeir skora. Gunnar Harðarsson skorar 1. markið hans. 12-16. Þeir eru að spila mjög vel allir Valsmennir, en ef þetta taka einhverju út þá er það Pálmar, Markús Máni og Sigurður Eggertsson. Sigurður er að stjórna spilinu mjög vel og búinn að skora 3 mörk. Markús Máni með 5 mörk og stóðsetningar og er mikill þyrnir í augum Haukamanna og HK-manna núna þegar leikurinn er að þróast. Já. Einu möguleiki HK-manna er að Haukar taki stig hér á þessu. Eitt eða fleiri. Þá er það Haukarnir sem koma í sókn á ný. Bolti gengur þeirra á milli og Freyr Brynjarsson inn á línu á Kára og Kári, þetta eru 2 mínútur. Þetta hljóta að vera 2 líka. Nei. Eða hvað? Sjáum þetta aftur. Æja, hann klemdi þarna. Þeir hafa ekki séð þetta dómarandi væntanlega. Hann klemmir svona með olnboganum. Já, það sé líka rifið aftan í hann í lokin. Já. En það er dæmt víti. Og Ólafur Gíslason markvörður sem var banabiti í Ríka í síðasta leik, en hann verður vítið! Þetta er eiginlega ekki fyndið bara. Nei, þetta eru búin að vera frábærir leikmenn í liði Vals í allan vetur, markmennir og
Og þeir eru að sýna okkur af hverju núna. Pálmar búinn að standa frá upphæði í þessu leik og verja mjög vel og Ólafur kemur þetta með stóra markastöðu. Já. Þetta er ekki vond staða að vera með þessa markverði þarna í hópnum en Valsmenn í svo 1,5 mínútu eftir eða þar bil. Fyrri hálfleik 4 marka munur og þeir geta aukið munin í 5 mörk Valsmenn. Það var svona hægt og síðandi verið að auka forskotið síðustu mínútuna. Markus Smári vinnur hér pláss fyrir Baldvin í horninu. Hann er óöfinn boltinn í stöngina. Freyr Brynjarsson brunar upp, drippar hér bollamöndin í gegn og Pálmar verið það dæmt aukakast. Já, það var brotið á Freyr þarna en mér fannst Freyr ansi harður að klára þetta einn. Já, Freyr er mjög skemmtilegu spilari og leggur sér alltaf allan fram og í þetta hann er að gera. Þetta var mjög vel gert hjá honum en uppsker hann lítil. Já. Auka kast þó. Já, Haukar heldur á boltanum og geta minkað munin í 3 mörk núna þegar að 55 sekúndur eftir að fyrri hálfleik. Þeir eru svolítið góðir við Valsmennina núna hvað var það brottreista. Þarna var líka bakhrinding og... Já, eins og við sáum greinilega þarna við leik. Það var það Kári Kristján, Gísli Jón aftur á Kára og Andri Stefán, þetta var svona hálfgert klættur skýrður á Pálmar ver og þeir eru komið á boltanum rætt í sókn og Baldvin en Freyr Brynjarsson er komið tilbaka, ekki dæmt, Valsmenn eitthvað óánægðir hér en sennilega frábær vörn hjá Freyr, Andri Stefán inn á línuna og Freyr skorar! Freyr skorar 13-16, glæsilegt mark úr hraðahlaupi hjá Haukunum og Valsmenn taka leikhlé þegar að 18 sekúndur er eftir að fyrri hálfleik. Staðan Haukar 13, Valur 16, þetta er hörku spennandi. Það er allt galopið í þessu og hérna, eins og ég sagði áðan, munurinn þessi 3 mörk liggur fyrst og fremst í markvörslunni sem er búin að vera áberandi betri Valsmegin heldur en Haukamegin og Haukarnir hafa verið nefnilega að opna Valsvörðuna mjög vel hvað eftir að ná er að fá frábær færi en þá eiga þær eftir að skjóta fram hjá Pálmar og það hefur bara einfallega ekki gengið nú vel. Nei, og við skulum aðeins kannski skipta norður og aðtók hvernig staðan er á Akureyri. Takk. Já. 15-15. Flott er, takk fyrir. Það er 18 sekúndur og 5 sekúndur eftir að leiklíðinu. Thank you. Já. Hvað hefur að gera? Hefur koma stutt inn eða hvað er þetta spá? Á að klára þetta fyrir hálfleikin fyrir norðan eða?
Ætla Dolly að klára fyrir norðan, fyrir hálfleikinn. Nú var svona lítið eftir, ok. Þá komum við bara inn og fáum bara eitt myndband. Ætlaði þú að fá þig sígarettu eða eitthvað svolítið sagði ég það? Já, það er að leipa bara. Já, hlöftu bara ég. Já, það yfir tölfræðina. Já, ég sendi, Raggi var orðin alveg aðfram komin af nikotinleysi. Þannig ég sendi hann bara í sígarettu. Alveg að fara á taugum. Raggi ætti að fara að reykja þeim. Ég held ekki.